Hér Sema Erla Sættar af tyrknesku bergi brotin og við ætlum að ræða Tyrkland. Þetta ástand sem í Tyrklandi, það á að fara að greiða atkvæði stjórnarskrárbreytingar og við fylgjumst með tyrkneskum stjórnmálamönnum hafa í svona heitingum við Evrópu og fá tala við Evrópuríki með allt öðrum hætti en tyrkneski stjórnmálamenn hafa gert. Hvað á seyði? Ég held að kannski það sem fyrst og fremst það sem var mjög fljótur að læra var það að það enga tilviljanir þegar kemur að Erdogan og það sem hann náttúrulega velti fyrir sér að þú nefnir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá að fara að breyta stjórnarskránni. Þetta einhverja 18 greinar sem hann vill breyta og sem snýst náttúrulega fyrst og fremst það að færa völdin frá þinginu til forseta. Þannig að hann í rauninni náttúrulega bara á þeirri vegferð að auka sín völd og þegar þú ert í svona vegferð sem einkennist auðvitað miklu leyti að þjóðernishyggju og ég meina þú þarft að ala á svona þeim tendensum hjá fólki að þá náttúrulega þarft að finna einhvern óvinn og hann náttúrulega bara búinn að ákveða það að nú sé það Evrópa og þannig að með öllum þessum aðgerðum að ráðast á hollensk þjóðvöld þú veist Þjóðverja, Hollendinga hann náttúrulega bara að ala á þessum og hann bara að sækja sér stuðning, það bara fyrst og fremst það. Hann að afla sér stuðnings til þess að geta farið í þessa breytingar sem hann vill. Sko, og þetta svo skrýtnar yfirlýsingar, sko, til dæmis utanríkisráðherra talar að verði heilagt stríð í Evrópu einhvern tímann og svo segja þeir nú Tyrkir í Evrópu að fara að eignast 5 börn í staðinn fyrir 3. Þetta náttúrulega mjög óþægilegt fyrir Evrópu þegar þeir að hlusta á þetta. Þetta það og þetta ég meina, þessi þróun sem bara að eiga sér stað í Tyrklandi eiginlega alveg bara hún náttúrulega fyrst og fremst bara ótrúlega sorgleg og það alveg hræðilegt að horfa upp á þetta og hann virðist vera alveg gjörsamlega óstöðvandi og þessar yfirlýsingar náttúrulega komnar langt út fyrir öll eðlileg mörk og það virðist eiginlega vera þannig að það ekkert sem að stoppa hann. Þeir hætta aldrei, þeir ganga einhvern veginn, alltaf þegar maður heldur að þeir geta ekki gengið fram að mann lengur, þá kom einhver svona útspil og þetta náttúrulega bara til háborana skammar fyrst og fremst og það einhvern veginn maður getur ekki séð fyrir endan á þessu öllu saman. Hvernig með sko andstöðuna í Tyrklandi sjálfu? Einhver alvöru mótspyrna gegn Erdogan og getur fólk núna fyrir að vera fangelsa fólk og fólk rætt? Já, hann náttúrulega, sko fyrst og fremst hefur hann náttúrulega verið herinn sem hefur svona verið að standa vörð þessi tyrknesku gildi. Ég meina, tyrkneska lýðveldi stofnað á þeirri hugmyndum veraldlegt samfélag, aðskilnað ríkis og trúar og þessum vestrænu gildum og það náttúrulega herinn sem hefur staðið fyrst og fremst völd þau og hann til dæmis náttúrulega alveg búinn að lama herinn og ég meina auðvitað fullt af fólki og ég meina hinn almenni tyrkneski borgari það ekkert allir með Erdogan í þessari vegferð og við höfum séð þetta svo oft áður og allt síðan Erdogan varð borgarstjóri í Istanbul 1994 þá hefur fólk verið með í maganum yfir þessu. Það hefur bara alveg síðan þá að því hann náttúrulega með þennan trúarlega bakgrunn, hann fær trúarlegt uppeldi, hann kemur inn í stjórnmálin með íslamska velferðarflokknum og sem síðan lagður niður þegar herinn tekur völdin 97, hann bara bannaður. Þannig að fólk hefur einhvern veginn verið að bíða eftir þessu og það náttúrulega búið að gera svo margar tilraunir en Erdogan bara komin miklu lengra heldur en okkur hefur tekist áður. Og maður var nú sko, ég hef nú verið dálítið mikið í Tyrklandi og ég á vini í Tyrklandi og þetta fólk sem að sko tjáðu sig á Facebook fyrir nokkuð, hafi svo verið að mótmæla á Taksim og tjáðu sig á Facebook stjórnmál, en það tjáðu sig ekki lengur stjórnmál á Facebook, maður sér það ekki. Nei, fólk bara vill ekki, það bara hrætt, eðlilega, ég meina hann búinn að fangelsa hermenn, dómara, kennara, hann ræðst á opinbera stofnanir, fjölmiðla, hann alltaf bara traðkar á lýðræði og mannréttindum eins og hann mögulega getur. Og svo það náttúrulega þannig til dæmis að þegar hann verður forseti 2014, fyrstur forseta til að vera kjörinn beinni kosningu, þá eru þingkosningar sama ár. Og þá í þeim kosningu, þær voru svo sögulegar, ég meina þá voru aldrei kjörna fleiri konur, fulltrúar minnihlutahópa og réttlætis og þróunarflokkur Erdogans missir í fyrsta skipti meirihlutann á þinginu. Hvað gerir hann? Flokkurinn eini sem fær umboð til stjórnarmyndunar. Enginn vill vinna með þeim nema þjóðernissinnarnir, það dugir ekki til. Hann gefur engum öðrum flokki möguleika á að mynda ríkisstjórn, heldur boðar hann bara til annarra kosninga. Og þeir ná aftur sínu meirihluta, sem betur fyrir ekki nægum meirihluta til þess að geta gengið fram hjá þjóðinni til þess að fara í stjórnarskrárbreytingar. En ég meina, þannig að auðvitað fólk bara uppgefið. En segðu mér, sko þessar kosningar stjórnarskrána eru 16. apríl. Já.
einhver möguleiki að Erdogan verði stöðvaður í þessum kosningum? Ég ekki viss, ég vona það innilega og ég vona hreinlega bara að tapi þessari kosningu vegna þess að þetta mun bara eyðileggja tyrkneska lýðveldi eins og við þekkjum það í dag. En maður náttúrulega, eins og ég segi, vonin einhvern veginn farin að svo miklu leyti og maður einhvern veginn bara, það ræður enginn við hann, það hafa allir einhver hagsmuna að gæta, evrópsk stjórnvöld fara ekki gegn honum, Bandaríkin segi ekki neitt, það einhvern veginn bara, hann virðist vera óstöðandi. Þannig að Evrópumenn eru með þetta samkomulag við hann, sko, hann að halda aftur af flóttamannastraumnum til Evrópu akkurat. Og það einhvern veginn bindur hendur Evrópuríkja, þetta svolítið svona, þið verður bara að segja, þetta hálfgerður skýta business. Já, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að Evrópusambandi hafi og bara, ég meina, maður vill nú meina að þeir hafi neyðst til þess, en það náttúrulega bara alveg ótrúlegt að þeir hafi þurft að fara í samningaviðræði við Erdogan og svo þetta náttúrulega með sko Evrópusambandsaðild að ég meina, einræðisherrar hafa engan áhuga á samstarfi sem felur í sér að afsala sér fullveldi. Nei. Þannig að það bara einhvern veginn út úr myndinni. Og Tyrkland var náttúrulega umsóknarríki í Evrópusambandinu og held í enn bara, en það náttúrulega, með þessum stjórnarskrárbreytingum og segjum að þið tækjum sko dauðarefsingun aftur, þá það náttúrulega bara farið. Já, og í rauninni, ég meina, það ekkert sem bendir til þess að Tyrkland muni gangin í Evrópusambandi sko næstu ára eða áratugi, ekki með þeirra á þessari leið. Og ég meina, dauðarefsing til dæmis bara, það bara eitt af grundvallaratriðum, það bara bann við dauðarefsingum í stjórnarskrá innan Evrópusambandsins. Og svo náttúrulega það sem hann að gera, þetta svona, það svo mikið af óþægilegum breytingum. Ég meina, hann vill fjölga þingmönnum, hann vill lengja kjörtímabilið, hann vill sem sagt, breyta því sem að nú að forseti verður að vera óháður stjórnmálaflokkum. Hann vill breyta því til dæmis, að nú megi þeir vera í stjórnmálaflokkum. Hann að fikta við herdómstóla, hann vill helst bara leggja þá niður. Og það svona, hann náttúrulega færa til sín völd, hann verður æðsti yfirmaður ríkisstjórnarinnar, hann getur valið sér einn eða fleiri varaforseta, hann hefur áhrif á skipan ráðherra, þannig að þetta svona, hann bara einhvern veginn að taka til sín meiri og meiri völd. Þannig að það verið að leggja grunninn að einræðisríki. Algjörlega, ekkert annað. Já. Og hann mun bara sitja og svo bara næsti sonur hans eða hver það og maður, það svona tilfinningi sem hann hefur og það bara verið að gera hluti sem við viljum bara ekkert sjá árið 2017 í lýðræðisríkjum. Hægt að, sko það tala að atkvæði Tyrkja í Evrópu skipti máli? Já. Það rétt? Já, ég held náttúrulega að þeir náttúrulega greiðlega margir sem á kjörskrá og ég held að þeir svona sem kannski hafa verið lengi í Evrópu og frá Tyrklandi náttúrulega ekki endilega stuðningsmenn Erdogans, þannig að hann náttúrulega að reyna að hafa áhrif á þá. Hvort það muni skila sér, ég veit það ekki, en maður náttúrulega bara vonar það besta. Sigmar, þakka þér fyrir að koma. Silfrið búið hjá okkur í dag. Takk fyrir að horfa, Fanný Birna verður hérna með ykkur að viku liðinni.